Í þessum þætti ætla ég að tala við hann Björn hjá Peiti og við ætlum að vera með svona sýnikennslu á þetta kerfi sem að hann hefur búið til. Og þetta er í rauninni svona bókhaldskerfi eða kerfi sem að getur haldið utan um svona bókhald fyrir einstaklinga sem að vilja svona láta kerfi passa upp á það að vörslu, skattar og annað slíkt og öll gjöld greiðist rétt í tíma. Kíkjum á það bara rétt strax. Nú, eftir auglýsingar ætla ég að vera með sýnikennslu á Google Photo og það er nú margir sem eru að nota myndavélarnar í símanum eða bara venjulega myndavélar en vilja kannski gera eitthvað meira með þær og þá er Google Photo rosalega flott kerfi sem að heldur utan um alla myndir. Þannig að kíkja á það strax eftir auglýsingar. Þannig að nú ætla ég að tala við hann Björn. Ég og Björn Björnsson hjá Peiti, við ætlum að skoða og kenna fólki svolítið að nota þetta kerfi en fyrst kannski áður fyrir að skoða vefinn sjálfan. Fyrir hvað stendur Peiti? Hvað er þetta rauninni? Ég hélt fyrst að þetta væri bókhaldskerfi en þú segir mér að þetta sé eitthvað annað. Já, við erum ekki bókhaldskerfi en við erum lausn sem er hönnuð fyrir sjálfstætt starfandi einstaklinga sem aðstoða við reikningagerð og launagreiðslur og fyrst og fremst skil á opinberum gjöldum og því okkar mottó er að allt sé í skilum alltaf og við pössum upp á það að staðgreiðslunni sé skilað á réttum tíma og lífeyrissjóðsgreiðslum og virðisaukaskattsskýrslum. Þannig að þið eru þó að kerfið heldur alveg utan um einstaklinginn og borgar þá rimlagjöldina á réttum tíma og allt það? Já, og kerfið er í rauninni svona, self-service á ensku en notendur okkar viðskiptavinir eru sjálfir að sjá að senda reikninga og þeir eru sjálfir að sjá að skrá inn kostnað og þess háttar en þegar kemur að því að greiða út laun og þá er þetta bara spurning að smella það í takka og svo sjáum við í raunum restina. Já, þannig að launin geta verið bara mismunandi eftir því bara hvað reikningarnir eru hárið á viðkomandi? Já, og fólk getur greitt sér út eins ofta það vill. Sumir greiða sér út einu sinni í mánuði, það er bara hver skipti sem að þau fá eitthvað reikning greiddan eða það er allir gangur á því. Já, og hvað þarf svo fólk að gera? Já, fólk þarf að skrá sig og við erum með nokkrar áskriftarleiðir í boði og við köllum hérna í boði hússins og þar erum við með kerfi sem er frítt og þar getur verið að senda ótakmarka fjölda reikninga og þá sendast þeir bara sem PDF á þína viðskiptavini í tölvupósti og þú hefur svona yfirsýn yfir reikningana þína. Svo erum við með annan flokk sem við köllum nettur þar sem við erum komið með fleiri hluti eins og áskriftarreikninga og tilboðsgerð og þú getur verið með þína innheimtuþjónustu í bankanu til þess að stofna kröfur og við fylgjumst með greiðslum varðandi það. Já. Ásamt því að þú getur alltaf skoða þína virðisaukaskýrslu og séð yfirlitið yfir hana og svo erum við með stóra áskriftarleiðina þar sem í rauninni allt er innifalið, þar sem við sjáum líka það sem tengist launum og launagreiðslum og launatengdum gjöldum og opinberum gjöldum. Ásamt því að þú hefur náttúrulega góða yfirsýn yfir reksturinn inn í kerfinu. Já, og það er þú ert með eitthvað svona aðgang sem er bara í rauninni eitthvað svona dæmi aðgangur eða ekki? Já, já. En til að það var gaman að sjá svona hvernig þetta virkar. Já. Þetta er ekki forrit, þetta er bara vefaðgangur og Já, þetta er bara veflausn sem er aðgengileg í öllum tækjum. Já, öllum snjalltækjum og... Já, og kerfið er þá bara formað að þeirri upplausn sem þú ert með en þú getur notað þetta hvað sem er. Já, þannig að þú ert bara með bókhaldi og svona. Já, og þú hefur þessa yfirsýn sem er svona það sem þeir sem eru komnir í viðskipti til okkar eru rosalega glaðir með að geta séð nákvæmlega hver staðan er hverju sinni og hvað ég á mikinn pening. Já. Það er oft fristandi þegar maður er sjálfstætt starfandi að maður sér mikinn peninginn á reikningnum en það er kannski ekki endilega það sem maður á. Nei. Úti maður þarf að skila gjöldum og þess. Segjum bara, ok, þú ert með þarna vinstra megin eru svona aðgerðarspjöld en þú ætlar að búa til einn reikning. Hvernig gerir þú það? Það er mjög einfalt. Það er þú þá velur bara plusknappinn við reikningar og þá getur þú valið að velja einhvern viðskiptavin sem að þú ert nú þegar komið með. Já. Er kerfið tengt þjóðskrá eða? Já, það er tengt bæði þjóðskrá og fyrirtækjaskrá og við leitum þá bara í því, það er þá að þú
velur að skrá nýjan viðskiptavin, að þá velur hvort þetta sé fyrirtæki eða einstaklingur eða hvort þetta sé erlendur aðili. Já. Og ef við leitum að einhverju nafni hér, að þá flettur þið upp í fyrirtækisskrá. Settu bara, prófum hérna opin kerfi. Já. Og þá finnur hún bara hérna opin kerfi. Já. Og þá skráir hérna netfangið hjá tengiliðnum þínum hjá fyrirtækinu, sem oftast hérna bókhald hjá opin kerfi eða sá aðili sem þú vilt að fái hérna tölvupóst og reikningin og öll önnur fylgiskjöl sem þú getur tengt við reikningin. Þarftu sjálfsög kannski ekkert endilega að gera það eða hvað? Já, þú verður alltaf að skrá netfangið. Já, ok. Síðan að stofna reikning ótrúlega einfalt. Þú getur valið hvort þú vilt að stofnist krafa eða í netbanka eða ekki. Þú getur fyllt út fyrir því sjálfkrafa hlutir eins og gjalddagi og eindagi. Þetta eru stillingar sem þú getur gert í kerfinu, þar sem þú segir bara eindaginn minn alltaf 7 dögum á eftir gjalddaga, þannig að þá þarf þetta ekki að vera slánætt inn. Og segjum bara sem að þú sért að fara, þú ert að vinna í einhverri ráðgjöf. Og hérna sér ég að ég hef nú þegar skráð vöru sem að kallast ráðgjöf. Þá get ég bara valið hana og þá fyllir kerfið það út fyrir því sjálfkrafa og þá er komin lína á reikningin. En núna til dæmis ég ofta að starfa sem tölvukennari. Já. Og þá engin virðisaukaskattur á því. Já. Þannig að þá ekkert mál fyrir mig að gera reikning og rúlla það út bara. Þá velur bara hérna 0% virðisaukaskatt. Já. Þannig að og ferðaþjónustan 11. Já. Þannig við höldum alveg utan um það. Þú getur síðan skráð einhverjar athugasemdir ef þú vilt og svo sömuleiðis sem mjög vinsælt að setja alls konar fylgiskjöl með reikningnum eins og vinnuskýrslur, tímaskýrslur og þess háttar. Og þessi skjöl sem þú setur hér inn, þau koma með í tölvupóstinu sem að þinn tengiliður fær þegar þú sendir reikning og þá koma tímaskýrsluna með á þess háttar. Og þegar þetta þá þetta bara spurning að smella á stofna reikning. Já, og þá bara fer þetta í bankan og við komum að fá tölvupóst og þetta er bara frágengið. Þetta er bara frágengið og kerfið fylgist núna með greiðslum og lætur þið vita þegar reikningurinn er greiddur og svo þegar þú ætlar að fá útborgað? Já, þá. Það er búið að borga reikninginn og hefur þetta pening? Já, þá bara fer þið hérna í útborgun. Og þetta er svona annar hlutur sem að ég held að margir sjálfstætt séu glaðir að sjá, held ég. Þú ert búinn í kerfinu að tengja virðisaukalykla og lífeyrissjóðinn og ef það er verkeflaus eða eitthvað, þá ert það allt tilbúið. Já, það er náttúrulega smá uppsetningaferli sem þú þarft að fara í gegnum, en þetta er svona spurning að setja og velja hvaða lífeyrissjóð þú borgar í og stéttarfélag Er boðið upp einhver aðstoð við það? Já, að sjálfsögðu. Við erum alltaf með, á vefnum okkar þá erum við með spjall sem við erum alltaf að fylgjast með og við reynum að svara fólki eins fljótt að við getum. Og það er að sjálfsögðu leiðbeinum við öllum eftir því best sem við getum. En það sem fólki finnst svona þægilegt er að þú sérð hérna að sem dæmi hérna áttu inneign upp á 1.415.040 krónur. Það er þá upphæð sem þú átt eftir að ráðstafa einhvern veginn í þínu rekstri. Og ég get valið að greiða út og þá finnur kerfið út fyrir þig hvað hæstu mögulegu laun sem þú getur greitt þér miðað við þessa inneign. Út af því að sjálfstætt starfandi einstaklingar eru líka launagreiðandi. Hann þarf að borga þá framlag launagreiðanda í lífeyrissjóði og borga tryggingagjald og þessa hluti. Þannig að við finnum út nákvæmlega að þetta er hæsti mögulegu launaupphæðin sem þú getur greitt þér miðað við þessa inneign. Út af því að þú áttir eftir að borga hérna einhvern virðisaukaskatt, þú átt að borga svona mikið í framlag launagreiðanda til, þá er það bara sundurliða hér, endurhæfingarsjóður og lífeyrissjóður og tryggingagjald. Svo eru þín opinber gjöld hér, í skattþrepin, persónuafsláttur og þetta gefur þá það að þú fær þessi hérna laun útborgað.
Og svo náttúrulega getur þú líka, er það ekki rétt hjá mér, að þú getur sett inn kostnað. Já. Þannig ef ég er að kaupa eitthvað í reksturinn og vilt fá virðisaukaskattinn af Já, því, þá er það inn í þessu. Það er inn í þessu hérna líka. Ég ætla kannski að taka eitt inn í með þetta. Þú getur að sjálfsögðu valið að breyta hérna launaupphæðinni. Þú ætlar að greiða þetta í laun og þá fer þessi upphæð inn í reksturinn í fyrirtækinu. Þú þarft ekki alltaf að greiða hæstu laun, þú getur drafað niður og átt á inneign. Það er bara mjög algengt að fólk sem eru sjálfstætt starfandi, þeir sem við erum fyrst og fremst að fókusera á, eru náttúrulega þetta bara þeirra vinna og þeir eru í flestum tilfellum að greiða sér út það sem er að skulda út nema að draga frá okkur kostnað eins og þú segir. Og það er einmitt það sem þú getur gert hérna. Þú getur alltaf skráð inn kostnað að þá slagirðu bara hérna inn. Þú ert kannski með hérna sími og það er einhver dagsetning á einhver reikningi. Þú getur tekið myndareikningnum í símanniðinum og hengt það hérna við og upphæðin slærðu bara hérna inn eitthvað og þá reiknar kerfið út með vaskinn og svo getur þú flokkað hérna fyrir, þetta eru flokkar frá RSK eða Ríkisskattstjóra, þar sem þú flokkar hérna einhver, segjum að þetta sé sölukostnaður og auglýsingar og þú getur nýtt þér innskattinn við því. Og þá ertu búinn að vista þessa kostnaðarlið og þá tekur kerfið þetta sjálfkrafa inn í virðisaukaskýrsluna. Það er líka hægt að færa inn gögn bara beint frá bankaninum, þannig að þú getur þá bara hlaðið inn Excel-skjölum úr netbankaninum til þess að auðvelda þér vinnuna. Og ég veit að það sem sýnt er svona örsnöggt að þú getur alltaf á hverjum tíma séð núverandi virðisaukaskýrslu og það sem í þessu tímabili er ég ekki búinn að setja neina reikninga eða innskatt inn, en þá þú myndir alltaf sjá hvað þú ert búinn að skulda út í 24%, 11%, 0% virðisauka, hver útskatturinn er og innskatturinn og hvað er áætlað að þú þurfir að greiða. Já. En þeir sem vilja náttúrulega skoða þetta kannski betur, þeir geta þá farið inn á verslóðan. Við erum með payday.is. Þar að finna ýmsar upplýsingar, svo erum við með bloggsíðu og hjálp og svona. Og það kostar ekkert að prófa? Það kostar ekkert að prófa. Fyrsti mánuðurinn er frýr og við hvetjum alla sjálfstæðsstarfandi til þess að kíkja á þetta. Þannig að þetta er bara frábært og mér líst vel á þetta. Bara til hamingju með þetta. Takk fyrir það. Við þarfum að hleypa að auglýsingum og þakka kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis.